En þetta kallað El Clasico hérna inn í Reykjanesbæ. Hvernig svona leggst það í þig í fljótu bragði? Já, bara mjög vel, bara virkilega spenntur og og búið að vera gott rönn á okkur, búið að vera mjög flottir og þó að þetta hafi ekki alveg kannski dottið með okkur í þessum jafnteflisleikjum sem okkur finnst við hafa átt meira skilið. Já, doldið svona mörgan í jafntefli, en þið hafi ekki tapað leik til þessa. Nei. Þannig að þú ert bara nokkuð brattur með sumarið. Já, bara eins og komið þetta búið að vera bara mjög flott og mikið hrós á strákarna fyrir að búin að vera svona flotta og gera það sem þarf að gera náttúrulega og við vissum það, við erum með gott lið og ef við erum allir samstillir á sama verkinu í hverjum einasta leika þá erum við helviti góðir sko. Það er erfitt að vinna okkur. En þessi leikur á móti Keflavík, svona fyrir þá myndi maður halda að þetta dálítið mikilvægt fyrir þá að fara að koma sér í bara gangir það ekki. Hvernig heldur að þið munið nálgast þetta? Já, sko, við nálgumst bara... Er þetta 60 leikur eða? Nei, alls ekki sko. Við getum ekki talað það heldur svona snemma sko. En þetta bara hörkuleiku, bara tvö mjög góð lið. Ég meina Keflavík með frábært lið og frábæra hóp og frábæra þjálfarateymi. Þannig að ég bara býst við bara fullt af fólki og bara hörkuleik. Verður þið ekki bara svektir ef þessi flotta stúka hérna verður ekki bara sneisafull og bara vel það? Það er galið ef það verður ekki, getur sagt þér. En allan í fyrra þá var allt sneisafullt og fólk í kring alveg bak við mörkin og kringum stúkuna og myndast bara frábær stemming en því miður þá vantaði svona mörkin í það til þess að setja svona icing on the cake eins og talaði en bara flottur leikur hjá þeim góðu liðum sem að vilja spila fótbolta og vinna leiki en það er vonandi bara að við gerum bara okkar og verðum til þess að við mögulega náum að vinna leik. Ok, en líka annað sem ég vildi svona fá að spyrja þið út í, það var hvað undir 19 ára landsleikur daginn og ykkar grannar, Keflavík og Grindavík, þau vildu fá frestun, leikmenn í þeirra liði, leikmaður eða hvernig það var. Þú varst með 2 leikmenn, en þú ákvaðst að fara ekkert fram á neina frestun? Nei, mér finnst algjör óþarfi. Fyrir fyrsta náttúrulega skrítið að sé settur á æfingarleikur U19 þegar lengjudöldin í gangi. Það er bara, mér finnst það skrítið til að byrja með, en fyrst það var búið að gera það og það var búið að ákveða að gera þetta og 2 leikmennir sem búið að standa sig bara mjög vel hann hjá mér. Þeir fengu tækifæri með að spila hana móti Englandi í frábæri leik náttúrulega, geggjað umgjörð og stór gluggi fyrir þá. Mér finnst það bara frábært, en ég nú bara þar að ég trúi bara það mikið á hana mannskap sem ég er með að það er bara maður sem kemur í mann stað og það eru margir á þessu mómenti sem fengu bara sénsinn og áttu að skilja að fá sénsinn. Það er ógeðslega erfitt að vera þjálfari og þú trúir og treystir á alla í liðinu en það er bara öllum sem byrja leikinn og hinir þurfa stundum að bíta þessu úr epli að spila lítið ekki neitt en ég hef alltaf sagt að glufa til þess að Já, þeir fengu bara tækifæri og menn þurfa bara að nýta það þegar menn fá tækifærið en við bara erum þannig og ég tala að síðan í kominga að það eru allir með hlutverkana hjá mér og þannig kom bara frábært hlutverk fyrir aðra leikmenn og þeir bara fengu það og gerðu vel. Bara flott attitút finnst mér og svona kannski aðeins í lokin, menn að Gróa leitið, þú hefði einhvern veginn heyrt svona talað um hana. Jú. Ég bjó í Vestmannum. Nákvæmlega. En menna, þú náttúrulega býrðu upp á Skaga og þeir létu sinn þjálfara fara og einhverjar sögursagnir fóru á kreik með að þeir myndu tala við þig, en þú ert bara Njarðvíkingur í dag, eða ekki? Jú, ég er búinn að sagða þetta einhverju stöðu, sko. Jú, það er alltaf þegar þetta gerist í að ákveða að reka þjálfara, þá ég held ég fengi einhver 25 skilaboð og 10 símhringingar að nú ætti að taka mig og ég veit ekki hvað en ég nú verið alltaf mjög slagur yfir þessu og ég heyrði ekki neitt í og ég bara ger ekki neitt fyrir það sem kom eitthvað á borðið hjá mér sko. En allt annað fyrir mér, ég er bara í Njarðvík ég er bara í vinnu og ég er búinn að vera í verkinu núna í 2 ár og mér finnst við búin að gera vel, mér finnst við búin að gera frábæra hluti saman en þannig að það er bara svona það sem ég er að gera núna sko. En svo veit maður aldrei, í fótbolta hlutin eru fljótir að gerast og maður veit náttúrulega aldrei hvað gerist en meðan ég er þjálfari Njarðvíkingur þá mun ég gera það að gera allt í mínu valdi til þess að halda áfram að bæta þetta.
Það ekki bara mjög einfalt, menna með að við ykkar stöðu þeir í öðru sæti í dag og menna væntanlega ætlar ekki að stefna neitt annað en bara allavega halda því og bara upp deildið ekki. Jú, ég meina við tölum eftir síðast tímabil að við ætlum að bæta besta árangur í sögu Njarðvíkur sem er 7. sæti sem við jöfnum í fyrra, þannig að allt fyrir ofan það möguleiki á að fara upp deild. Við getum lent í þessu umspilssæti í 5. til 2. sæti eða þá bara tekið þetta 1. sæti og fara bara beint upp. Það sem við ætlum að gera að bæta mitt besta árangur í sögu Njarðvíkur, þá eigum við séns á því að fara upp í best deild og við stefnum þangað. Opinn! Satti! Hey, Aron! Yes, vildi Steini! Aron Snær Friðriksson, sko, ég hafði ekki hugmynd bara ykkar leikmannahópa og annað þegar ég kom á þann, en alveg leiði ég frétti að þú værir úr raun frá Grindavík, þannig að var ég aðeins að taka púlsinn á þér. Segðu mér aðeins frá því, hvenær flyttir þú til Grindavíkur og... Ég ólst bara upp í Grindavík og Bara frá unga aldri bara? Já, ég var pínulítill þegar ég mætti þarna og ól bara upp manna þarna, geggjaði alls upp þarna og við náttúrulega erum tveir hérna, ég og Símon Logi. Símon Logi, já. Þannig að bara já, geggjaði. Og þú byrjar auðvitað að æfa fótbolta þá bara með Grindavík þá og hvað, bara strax í markið eða eitthvað? Ég byrjaði þetta í Breiðablik þegar ég var bara pínulítill eitthvað, 4 ára eða eitthvað, og svo flytti ég til Grindavíkur og detta á beint í Jón Óla í Grindavík og fyrir gegnum þann skóla sem allir hafa farið í gegnum. Hafði verið góður skóli Grunnavík? Geggjaði skóli. Jón Óli algjör snillingur og einn af bara betri fótboltaþjálfurum á Íslandi. Já. Fórum í gegnum hörkuskóla þarna og það var líka alveg komið hörkuleikmenn úr þessu 3000 manna bæjarfélagi og það er alveg ástæða fyrir því og það er oftast þessi þjálfun. Já. En byrju segðu mér, svona undanfarin ár, hver hefur verið að spila þá? Svona ef þú tökur síðustu 5 ár? 5 ár? Ég tók náttúrulega einhver 5-6 ári í Fylki og leið mjög vel þar, tók svo skrefið til KR fyrir 3 árum. Tók 2 ár þar með Rúnari Kristinsson og félögum og svo kom ég hingað. Já. Og hvað, meina auðvitað ert þú að fara, skilur við niður deild úr sem bestu deildinni? Hvað var það sem ég bara freistaði þinn að koma hingað? Þetta bara skemmtilegt verkefni, að skrifa ykkur nýja sögu sem það var enginn að pæla í Njarðvík í fótbolta fyrir stöðu síðan. Þetta var bara klúbbur sem að flakka á milli annarrar deildar og fyrstu deildar og við vildum koma og skrifa söguna og Gunnar Heiðar sannfærði mig það að koma og gera eitthvað öðruvísi. Já, og það er alveg hægt að segja það, menn það er bara völlur á okkur. Það er búið að vera mikill stígrættið ekki. Raun síðan hann bara tók við, hann tekur við þetta miður tímabili, nær að halda Njarðvík uppi og þeir byggja honum það í fyrra og bara núna í sumar. Þetta er ekki bara búið að vera frábært. Jú, þetta er bara búið að vera geggjað sko. Ég kom fyrir tímabili í fyrra og við svolítið náðum að keyra á þetta, byrjuðum hörku vel náttúrulega í fyrra og kannski fatta aðeins flugið seinni hlutann og sem var pirrandi, þannig að við erum svolítið svona mótiverar að gera meira og það þýðir þá að endar í play-offs eða vinna í deildina eða eitthvað líka. Já, ykkar markmið er bara einfaldlega að fara upp, er það ekki? Það er ekki bara... Ef þú byrjar í fótboltadeild og ætlar ekki að vinna hana, þá ertu í einhverju skrýtnum stað. En það var alltaf uppáhaldsmarkið að vinna sem eins marga fótboltaleiki og við getum og svo endum við sem við endum. Já. En hvað, það er náttúrulega stór leikur núna á fimmtudaginn. Já. Keflavík Njarðvík, allavega í annarri íþrótt sem er hérna í þessum bæ. Körfubolti, það er alltaf talað um El Clásico, er þetta ekki bara annað El Clásico? Jó, þetta er bara bæjarslagur. Bæjarslagur á bestu gerð og við spiluðum 2 leiki í fyrra og fór 2 í jafntefli og þetta eru bara hörkuleikir, þetta er svona aðeins öðruvísi leikir, það er meiri físík og barátta heldur en nokkurn tímann einhver fallegu fótboltastundum og en við viljum svo sem fara og spila góðan fótbolta og vinna leikinn bara. Og má ekki bara búast við að verði bara góð mæting, hljóti ekki stuðningsmenn þessara lið að fjölmenna? Ég myndi nú halda það. Verði þið ekki svektir bara, verði ekki bara pakkað hérna alveg? Ég væri raunverulega svektur ef það væri ekki margir hérna því að bæjarslagur, bærin er að stækka, fótboltinn hérna er að stækka, þessi lið eru mjög nálægt hvor öðrum í getu og þetta er bara geðveikur fótboltaleikur og þegar veðrið er svona, það er bara draumur. Já, náttúrulega þeirra markmið svona fyrir, þeir gáðu það bara út að þeir ætluðu ekki bara að fara í play-offs, þeir ætluðu bara að vinna deildina, þannig að eitthvað svona segir mér að þessi leikur sé nú kannski dálítið mikilvægur fyrir þá að svona fara að koma sér í baráttuna eða er kannski alltaf snemmt
vera með einhverja svona pælingar mótið valla hálnað? Það í einhverju leyti örugglega ósnefnt, en þetta mjög stór leikur og hann bara því að við viljum vinna Keflavík, sko. Ég held að þeir vilja vinna okkur og bæjarstoltið og leyfa fólkinu að mæta í vinnuna og monta sig aðeins að Njarðvík að vinna í Keflavík, það væri geggjað. Og hvað svona, ef þú rýnir í þetta, hvað svona þurfið þið að gera til þess að taka sigur? Ég held bara að spila okkar leik og gera það vel og vinna þessa baráttu og þetta verður bara djöflast svolítið, sko. Já. Og væntanlega hart barist, þetta eru, eins og þú segir, svona, það er vel tekist á. Já, þetta er ekstra og maður finnur það. Verður ekki áhorfendur bara svektir eða verður ekki allavega eitt annað rautt spjald? Ég verð mjög svektur að vera okka megin. Ég veit ekki hvort að fólki sé að koma til að horfa á rauð spjald, en ég held að vilja allir fá hörku fótboltaleik og eitthvað mörk og eitthvað, þannig að ég held aðalega að koma í það og bara fulla ferð einhvern veginn. Já. Þannig að bara þetta sumar til þessa, eru þið ekki bara mjög sáttir? Jú. Þegar við ekki tapa neinu leik, en náttúrulega 5 jafntefli, þau telja hansi lítið, er það ekki? Jú, það er mjög, við bara getum alveg hreinskilið með það, þessi jafntefli alltaf mörg, en aftur á móti höfum við heldur ekki tapað leik og við erum að vinna leiki og erum í toppbaráttunni, þannig að við erum ánægðir en við værum til að hafa gert meira. Já. Og að lokum þú hvetur alla til þess að mæta á þennan leik á 50. kvöldið? Já, bara alla bæjarbúa. Let's go. Frábært, takk hérlega.